ætlum að halda áfram í föstudagsþættinu sem við tökum upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri og næst ég búin að fá litlu frænku mína í sófann, hana Katrínu Ýr, söngkonu sem býr í London og að fara að halda tónleika í borginni. Já, á Gauknum. Á Gauknum, já. Byrjaðu nú á því að segja okkur aðeins frá þér. Ég veit að þú ert aðeins búin að vera að velta þessari spurningu fyrir þér. Hver Katrín Ýr? Heyrðu, ég bý í London, búin að búa í London 10 ár og búin að vera að syngja. Flutti út og ætlaði að fara að læra í ár, var svo læri 4 ár og var svo bara eftir. Og fór að vinna og hef haft svo gaman að ég hef ákveðið að koma ekki heim aftur. Í bili allavega. Og þú ert að vinna við sönginn úti? Já, ég vinn bara í fullri vinnu við að syngja og ég er núna líka að kenna í skólanum sem ég var að læri og svo ég að syng mikið í brúðkaupum, ástíðum og partíum og svoleiðis. Og svo að taka upp fyrir mig og aðra og að semja og syngja bakrættir og allt tilfallandi. Nei, maður vinnur svona vinnu fyrir sjálfa sig þá þetta ekki 9-5 og það getur verið mánuður sem fullt af vinnur kemur inn og rosa gaman og svo annar mánuður sem aðeins minna að gera. En þetta rosa skemmtilegt. Bara svona eins og í verktakabransanum? Já, eins og það gengur að gerast. En hvernig það? Maður ímyndar sér einhvern veginn að fólk þurfa bara að vera Adele eða eitthvað til þess að vinna við það að vera söngvari. En þú ert búin að vinna í 10 ár basically við söng með einhverjum hætti. Já, það er náttúrulega aðeins meira að gera úti. Það er kannski minni markaðar en hérna, þannig að það er minna það held ég, að fólk nái að gera þetta að fullri vinnu. En ég bara, þegar ég útskrifaðist, þá ákvað ég að ég væri búin með 4 ára námi, að ég myndi ekki fara í neina aðra vinnu. Þannig að það tók mig alveg örugglega 2 ár frá útskrift þangað til að dæmið gekk upp. Já, gat hægt að hringja í mömmu og hjálpa mömmu leiguna. Takk. Takk mamma. Þetta hlýtur að þurfa samt rosa þrautseigu og trú á þessu og ástríðu fyrir því að vera í söng til þess að... Já. Það hefur aldrei komið bara viðskiptafræði. Jú. Ég var alveg hugsað það sko, Já. En svo hugsaði ég að þá þarf einhver að segja mér alltaf hvað ég á að gera og ég þarf að sitja á einum stað allan daginn. En þetta er rosa erfitt og maður fær rosalega oft nei, en ég get bara ekki ímyndað mér að vera að gera eitthvað annað. Nei. Þannig að ég hef alveg sest niður og bara, ég ætti kannski að fá mér eitthvað sem er stabílt og hef pælt í því en það er ekkert sem ég get hugsað að gera. Þannig að þetta er bara það sem að gefa þér tilefni til að fara á fætur á morgnana? Já, eiginlega. Þetta er svona hobbyið og vinnan í því sama og það er það skemmtilega við það. En tónlistarsmekkurinn, hvar ertu stödd í tónlistinni? Heyrðu, ég er alls þar. Ég er rosalega hip-hop-haus og hef alltaf verið. En svo er til dæmis Skunk Anansi eina af mínum uppáhaldsljómsveitum og hlustaði mikið á Guns N' Roses og Nirvana og svo hlustaði ég rosa mikið á dancehall og reggae líka og svo náttúrulega Beyoncé, svona pop-tónlist skilur og ég hef rosa gaman af svona cheesy tónlist þannig að þetta er rosalega blanda þegar ég skrifa ég er ekki með svona sound það er ein svona power ballada, svo er reggae-lag, svo er smá drum and bass. En þú fórst alveg, ég man alveg eftir hip-hop hliðinni, hún hefur aldrei farið einhvern veginn svona þessi breiðholt stama sem að þú þannig að gefur. Nei, ég bara, þetta er bara mín tónlist og það er svona vonandi smá keimur þarna undir lögunum sem ég er að skrifa. En ég meina, ég held að það breytist ekkert. En þú hefur alltaf farið samt þína leið, ekki beint inn í það sem að... Nei, ég á kannski svolítið erfitt með að fylgja straumnum. Já. Oft. Drættgengt. En nei, ég bara gera það sem ég finnst skemmtilegt og er að semja og taka upp tónlist sem mér finnst skemmtileg og vonandi finnst öðru fólki líka skemmtilegt. Ég ákvað í staðinn fyrir að reyna að finna eitthvað sound og vera á einni braut að ég myndi bara nota alla þessa tónlist sem ég hef verið að hlusta á í gegnum árin og
það ein ballaða að því, ég fíla Sam Smith, skilur, og hann svoleiðis, það ein samdi eitt lag að ég vildi fá svoleiðis vibe og svo drum and bass, skilur, eitthvað sem að ég var að hlusta á hérna fyrir mörgum árum og það eitthvað svona pop drum and bass komið aftur, þannig að við tókum eitt svoleiðis og svo kom ein svona Kelly Clarkson power balluðu feelingur úr einu og svo eitt lag reggae, svona reggae feelingur, þannig að Nefndu okkur dæmi að því að við búin að vera að segja með stundu frá verkefnum sem hún tekur að þér sem einhvern veginn, ég áttaði mig kannski ekki til dæmis á að það væri verið að pitcha fyrir kannski Já, sko stundum, þú veist, ég tek upp fyrir fólk og eins og ég hef verið að semja og senda til Sony á Spáni og sérst vorum í sambandi við mann sem vinnur þar og vantaði lög fyrir marga artista og svo annað fólk sem semur svona og vinnur við það full time að semja og selja fyrir, þú veist, stóra artista og þau náttúrulega get ekki sendt lagið á þess að hafa einhvern að syngja á því þannig að þau ráða fólk eins og mig til að koma og eins og kallar demo lögin fyrir þau þannig að svo þau geti sendt áfram á plötufyrirtæki þannig að hérna lag og svo spila þau það fyrir artistana og artistanir velja ekki það margir sem semja líka fyrir sjálfa sig en oft plöturnar kannski eitthvað sem þau semja og eitthvað sem sami fyrir þau þannig að það partur af því sem ég vinn við stundum og rosa skemmtilegt Eitt áður en að við ætlum að auðvitað reyna að plata þig til þess að taka lagið, en nefndu mér eitt svona eftirminnilegt moment þar sem hún varst bókuð í eitthvað eftirminnilegt verkefni. Það eiginlega, já, það fyrsta held ég kannski svona stóra verkefni, þá var ég ennþá að læra, ég held ég var bara fyrsta árið í skólan og einn kennari minn spurði mig hvort ég var ekki til í að syngja bakrættir fyrir eitthvað verkefni og nefndi, þetta voru Ólympíuleikarnir 2008 held ég, 2008, já og ég alveg ekkert mál og flott og frábært og bara geðveikt að fá vinnu og hann að ráða mig og fekk borgað og æði og svo senda mig lagið og ég held að hann var að djóka og hérna, þá sem sagt í heild sinni þá var lagið á held ég rúmensku, eitthvað svoleiðis og við sérst áttum að mæma, sérst ekki syngja á rúmensku og ég var dressuð í, við vorum 3 sko, ein var í indversku svona átvitti, ein í svona afrísku og ég var dressuð í svona skost, pils og hatt og eitthvað og svo stóðum við á risastóru sviði með fiðluleikara og píanóleikara og mæmuðum á rúmensku fyrir kínverska alþjóðarsjónvarpið. Ok, þetta að súrasta sem ég heilt. Þetta eiginlega, já, lagið ennþá aukstaðar og ég kom á shuffle daginn og ég var alveg, þetta svona eftirminnilegasta. Þetta moment. Þetta svona, en svo annað náttúrulega moment að ég fekk að spila í Brixton Academy sem náttúrulega rosa stórt venue í London. Það var svona annað moment sem var meira svona vá. Það var eiginlega, að það var uppselt. Þannig að húsið var fullt og við vorum að heita upp fyrir hann heitir Daddy Yankee, ef einhver þekkir hann, svona stór dancehall artisti og ég var að syngja bakrættir fyrir rappara sem heitir Agro Santos og ég vorum aðal uppdunaratriðið og fengum að spila fyrir fullt hús. Þannig að þetta eru svona 2 moment sem að kannski standa upp úr. En þú ert þess búin að semja og ert búin að gefa út lag. Já. Samdi sjálf. Já. Og við ætlum að fá þig til þess að viltu segja eitthvað það áður en við kýlum á þetta? Já, það að smáskífa að koma út. Hún kemur út í desember og það eru 3 lög sem ég hef samið öll lögin með öðrum líka og ég hef gert mest megnis af útsetningum og svo hef við tekið þetta náttúrulega upp sjálf og já, við unnum þessu hörðum höndum svona að gera þetta sjálf sem svolítið erfitt en þetta eru 3 lög sem koma út í desember. Fyrsti singull er komin út og það hægt að fá hann á iTunes, tónlist.is, þetta á SoundCloud, YouTube. Allstaðar. Já, ég á öllum samfélagsmiðlum og það en hafa þetta á ensku og íslensku, það Introducing Kat sem K-A-T og þið finnir mig allstaðar, Instagram. Og svo náttúrulega tónleikar á Gauknum? Tónleikarnir á Gauknum á sundaginn, klukkan húsið 7, við byrjum 8:30, Pétur Örn ætlar að koma að hita upp fyrir okkur. Svo ég við erum 7 manna band
af Íslendingum og þetta eiginlega alveg geðveikt hljómsveit segir mig og ég rosa spennt. Og við ætlum að flytja öll lögin af plötunni og 3 eða 4 önnur mín og svo smá blanda af coverum. Og en já, singullinn komin út, smáskján kemur í desember. Dásamlegt. Og lagið sem við ætlum að heyra? Herðu, lagið heitir Heard It All Before og já, svona power ballöðu feelingur, held ég. Já. En við ætlum í rauninni bara að kveðja úr föstudagsþættinu með því að fá að heyra þetta lag. Ég segi þetta bara góða helgi.